Jæja, kæru tvíburar, komið sælir. Þá komið ykkur. Við skulum sjá hvað janúar hefur, hvað spilin sín okkur, hvað þið hafi verið að bralla og eruð að bralla. Ég biðst fyrirfram afsökunar á ræskingum eða ef ég þarf að hósta. Núna ég komist í gegnum myndbandið án þess. Það byrjar mjög fallega hjá ykkur, kæri tvíburi. Kæri tvíburar. Bara óskir sem eru uppfylltar. Von og jákvæðni og fallegar tilfinningar, vellíðan og eitthvað nýtt sem að koma inn. Það getur verið nýjar tilfinningatengingar, það getur verið nýtt líf að kvikna. Og spil sem sýna þig í svo flottri stöðu. Síðustu daga eða vikur hefur þér tekist að hafa góða stjórn á lífið þínu og góða stjórn á tilfinningunum þínum sérstaklega. Þannig að þú ert búin að vera í góðu jafnvægi samkvæmt þessu. Og bara blóma tími sem er búin að vera í gangi. Við skulum kíkja aðeins áfram. Í dag ertu eitthvað að efast sjálfa þig. Ertu að reyna að koma í veg fyrir að þú þurfir að takast á við rifrildi eða standa frammi fyrir einhverjum áskorunum. Þú reynir frekar að sveigja fram hjá þeim. Eða að það eitthvað erfitt sem í kringu þig sem þér líður eins og þú sért í raun og veru búin að tapa. Það þarf samt ekki að vera svo, það getur verið bara þinn eigin hugur sem að stríða þér varðandi það og að sýna þér einhverja blekkingar. Það alltaf betra að takast bara á við hlutina, horfast í augu við það sem í gangi. En kannski ertu bara, þú gæti verið bara hræddur við þínar eigin tilfinningar. Þar gætu verið sterkari en þú ert áður vanur að upplifa. Og það kannski eitthvað þannig sem svona fær þig svolítið til að sveigja undan. Og það eitthvað í þínu lífi í dag, kæri tvíburi, sem að á þá leið að þú þarft að sýna þolinmæði og biðlund. Ef þið vilt þarft að fórna einhverju til að öðlast það sem þið langar að öðlast, það sjaldnast þannig að við fáum eitthvað án einhvers konar fórna. Við verðum oftast að búa til pláss í lífi okkar fyrir hlutina, stundum með því að losa okkur við eitthvað gamalt eða eitthvað sem við erum ekki að nota lengur, eitthvað sem gagnast okkur ekki lengur. Það ákveðið þroskaferli í gangi núna hjá þér sem á eftir að svona sýna þér hlutina í öðru ljósi þegar þú stígur út úr því. Og svona einhverjir ykkar eru svolítið, hvað ég segja, eins og fiðrildi í púpunni. Þið eru búin að draga ykkur í hlé, búin að hörfa undan einhverjum ákveðnum aðstæðum, en það ýmislegt að gerast samt á meðan þið eruð að bíða. Þið eru loftmerki, kæri tvíburi, og þið láti hugan stundum hlaupa með ykkur í gönnur og ráða yfir ykkar gjörðum, og það eitthvað hérna sem að togast á í ykkur.
Það getur verið að þið standi frammi fyrir einhvers konar vali, að þið sem þið vitið ekki alveg hvernig þið eigið að tækla, eða í hvort fótið þið eigið að stíga. Nú og svo þetta líka bara, getur líka bara verið að þið séu ofhugsa hlutina. Þar sem að þið hafið svolítið látið tilfinningarnar flæða hérna áður, en nú þið allt í einu komnir hérna í einhvern svona mikinn hugsanakafla, einhverja pælingar. Það rúlla hérna inn orkustöðvarnar hver að fætur annari 3 í röð. Það er hjartastöð, rótastöð og ennistöð, eða 3. augað. Vá! Jafnvægi, huga og sálar og líkama er það fyrsta sem að kemur upp í hugan. Að vera með þessar orkustöðvar í jafnvægi og móttækilegar, skulum við segja. Að opna hjartastöðina fyrir þessum tilfinningum sem voru í gangi hérna fyrir part mánaðarins. Afsakið. Að vera jarðtengdur með báða fætur á jörðinni, missa ekki missa ekki skynsemina, hafa skynsemina uppi við, láta sér líða vel í líkamanum, sinna þörfum hans, og svo það skynjunin ykkar í gegnum 3. auga sem að sumir segja að sé líffæri. Ef til vill þið að skynja meiri en áður eða öðruvísi en áður og eitthvað sem að er verið að svona ýta að ykkur varðandi það að taka mark á skynjunum ykkar. Þriðja augað skynjar aðrar víddir. Já, það er verið að benda á hérna að það er eftir við það sem að er svona erfitt hérna þessi mental konflikt, þetta spil sem er hérna þar sem að hugurinn er í raun og veru svolítið að slást við sjálfan sig, að þú þarft í raun og veru bara kæri tvíburi að opna og viðurkenna skynjun þína og tilfinningar þínar líka. Þú ert í smá mótsögn og baráttu við sjálfa þig, að hluta til allavega vegna einhverjar andlegar upplifunar að mér sýnist. Og miðjuspili hérna tala líka andlega uppljómun og öðruvísi skynjun heldur en þú ert vanur. Þetta er mjög sérstakt hérna að fá þetta svona í röð. Kannski eru þetta orkustöðvarnar sem að þú þarft að efla þennan mánuðinn eða sem að þú þarft svona sérstaklega að huga að. En aðal orkustöðvarnar eru 7, allt í allt. Ef þú vilt kynna þér það eitthvað, en margir ykkar viti þetta. Ok, við erum ekki alveg búin, við ætlum aðeins að taka hérna eitt spil hér. Já, það er bara verið að tala allsnægtir hérna. Að þú getur skapað þér allsnægtir með því að velja kraftmikil jákvæð orð. Það er að segja eiginlega að tala allsnægtir inn í lífið þitt. Að tala aldrei á þann máta að þið skorti neitt,
heldur lýsa sjálfum þér og stöðuðinni á jákvæðan og uppbyggjandi hátt og þá muntu draga það að þér. Það er að segja já, til dæmis að kvart ekki yfir því að þið vanti eitthvað, að þig vanti meira, heldur að þakka fyrir það sem þú hefur. Bara svona einföld útgáfa af þessu. Þannig að skiptir máli hvernig þú talar stöðu þína upp á það að láta hlutina flæða til þín. Hér kemur eitt enn og það er koss rósarinnar. Það er margt í þessu spili. Að þetta er falleg blómstrandi rós sem að dregur að sér litlar verur eins og þessa fallegu Maríubjöllu sem situr þarna. Maríubjalla stendur fyrir heppni og þetta spil segir þér að því betur sem að þér líður og í því meira jafnvægi sem að þú ert með þig og þitt svona nánasta líf, því betri hluti dregur að þér, alveg eins og kom í spilinu þarna áðan. Að líta á stöðu þínar sem í raun og veru að þú hafir nóg til alls og þá munu allsnægtir flæða inn í líf þitt. Þessi rós kemur líka bara inn á fegurð og það er svolítið rómantík í þessu spili líka. Og eftir vill ertu að fara að fá koss frá einhverjum eða gefa einhverjum öðrum koss. En þar sem að þessi rós kyssir líf þitt þá held ég að þú megir gleðjast. Hér færðu tímaspil sem talar vorið. Að vorið sé tími fyrir góða hluti, ef þú vill ert að bíða eftir einhverju sem að gerist með vorinu. Ef þú verið með einhverju spurningu í huga eða eitthvað slíkt. Og vorið er bara á næsta leiti. Þetta er bara ótrúlega fljótur að líða þessi tími. Þannig að ég held ég láti þetta duga í bili fyrir þig, kæri tvíburi. Óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur. Og þá ætla ég að snúa mér að næsta merki sem er Vogin. Komdu sæl og blessuð, kæra Vog. Hér kemur lesturinn þinn. Við ætlum að kíkja á það sem að eftir er af janúar. Hvað spilin vilja segja þér þann tíma. Ég biðst afsökunar á ræskingum og hósta sem að ég ætla að fá mér hálstöflu til að reyna að halda því eins mikið í skefjum og hægt er. Ég er að stíga upp á flensu og er ekki alveg orðin góð í röddinni eða það. En allt að koma. Látum okkur sjá. Hvað er Vogin að bralla? Kæra Vog, þú ert að stíga út úr tímabili þar sem að eitthvað nýtt hefur heillað þig. Þú hefur fundið einhverja nýja köllun, einhverja nýja passion, nýja þrá, nýjan eldmóð, eitthvað sem hefur kviknað
og þú er ákveðið að fylgja því, sem mjög gott, kæra Vog, því að þú ert oft stundum, við skulum segja að þú stundum, svolítið gjörn á að gefa þér of langan tíma í að taka ákvarðanir. Hér virðist ákvörðunin hafa verið tekin svona bara fljótt og vel og þessi nýja þrá, skulum við segja, eða þessi nýja eldmóður, hann að fara að færa þér eitthvað fallegt og gott. Kemur hérna inn á hvatastöðina þína sem að segir mér að þetta eitthvað sem dregur þig óneitanlega að sér og eitthvað sem þú átt erfitt með að standast. En að vissu leyti ertu búin að öðlast nýjan skilning á því hvað þetta og hvers vegna þetta þér svona mikilvægt. Þetta getur verið eitthvað verkefni sem þú ert að fara að sinna, einhvers konar sköpun sem að búin að bíða lengi eftir að fá að sjá dagsins ljós. Þetta getur verið manneskja, getur tengst þér á andlega sviðinu og tilfinningasviðinu líka, þar sem að hjartastöðin sýnt hérna logandi. Og við skulum sjá meira. Og það stöðuleiki í fyrirrúmi hjá þér, kæra Vog. Þú ert búin að vera að uppskera vegna þess hversu vel þú ert búin að sinna þínum málum. Og í dag stendur bara styrkum fótum í tilveruðinni á öruggan og stöðugan máta. Þú ert rosalega yfirveguð, kæra Vog, í núinu, í nútíðinni. Búin að vera að uppskera og halda til haga svona ýmsum hlutum sem að hafa verið að færa þér bara aukningu. Það getur verið að þú hafi verið að losa þig við eða selja hluti sem að þig óraði ekki fyrir að væru einhvers virði. Það eins og hafi verið að skipta út ákveðnum hlutum fyrir aðra hluti. Eða rækta garðinn þinn og uppskera. Þetta getur líka bara verið að þú sért búin að vera að leggja mikla vinnu í eitthvað ákveðið verkefni og nú ertu loksins að fá laun fyrir vinnuna þína. Allavega, framundan eitthvað skemmtilegt og spennandi sem að kallar á það að þú veljir rétta leið. Og þar setur þú sjálfa þig stundum í klemmu, Vog, með því sem ég var að segja áðan að vera svolítið lengi ákveða þig. Þetta ákvörðun sem að þú verður kannski að taka með tilfinningunum þínum en ekki með huganum. Og þá set ég þig í smá bobba. Því að hugurinn þitt sterkasta afl, sko, hjartastöðin. Það eru tilfinningarnar sem að kalla á þig og fortíðin kallar á þig líka. Sjáðu allt
allan græna litin sem að kemur hérna fyrir þig. Litur hjartastöðvarinnar. Hér eitthvað fallegt, gróskumikið og gott úr fortíðinni. Þetta gæti verið staður sem að heillar þig úr fortíðinni, gæti verið einhvers konar nostalgía í gangi. Þetta getur verið manneskja sem þú hefur þekkt lengi, sem að þú átt góðar minningar eða með. Því hér verið að tala kærleiksríkar minningar. Ef þetta manneskja, þá þetta afskaplega kærleiksrík og gefandi sál sem að kveikir í öllum þínum, tilfinningaskala, sem að opna hjartastöðina þína upp á gátt. Hjartastöðin hennar, keisaraynjuna hér blússandi opin. Manneskja sem að keisaraynjan stendur fyrir gjöful og þroskuð. Hún afskaplega frjó og full af hugmyndum, full af vitneskju náttúruna, tengist öllu sem viðkemur líkamanum, getur tengst inn á allt sem að hefur að gera með að betrumbæta líkamann, heilsufar og vellíðan, hvort sem að það andlega eða líkamlega vellíðan. Það tengist jú allt saman. Allavega þessi manneskja svona bara, og þetta einhver sem heillar þig. Og ef þetta ekki manneskja, þá eitthvað mjög gróskumikið og svona gefandi, verð ég að segja, að koma inn til þín sem tengist fortíðinni þinni, órjúfanlegum böndum, og sem að þú átt góðar minningar Ég hallast samt að því að þetta sé manneskja, ekki út af þessari konu hérna, því að keisarynjan táknar yfirleitt ekki mannesku, heldur þessum minningum sem að þú virðist eiga. Þetta meira bara innsæði sem segir mér þetta, heldur en spilin. Þú ert að fara inn í yndislegan tíma núna, næstu daga, þar sem að þetta verður upp á borðinu og hjartastöðin á eftir að blómstra og opnast sem aldrei fyrr, og þér eftir að líða eins og blóma í eggi. Það verður vel hugsað þig. Þú ert eftir að geta verið þú sjálf, kæra vog. Og já, ég hef eitthvað erfitt með að koma orðum að þessu, en það sem verður erfitt við þetta í raun og veru bara það að þú þarft að taka ákvörðun frá hjartanu. Ósköp einfaldlega. Ég verð að fyrirgefa ef þetta svolítið ruglingslegt, en ég fæ þetta ekki skýrara. Við sjáum eftir að taka hérna aðeins í viðbót. Já, skuldir. Partur af því að hugsa vel sjálfa þig
er að losa þig við skuldir úr lífið þínu, skuldir úr fortíðinni. Það geta verið fjárhagslega skuldir eða tilfinningalegir baggar. Þið eru eftir að líða, þú ert eftir að vera léttari og frjálsari, bara með því að horfast í augu við þessa hluti og búa til plan til að hreinsa þetta út úr lífiðinu og koma í veg fyrir að safna skuldum í framtíðinni. Ok, það var vísbending hérna fyrir þig og þetta spil er líka grænt, kemur meira á græna litnum. Að það að hugsa vel sjálfa þig og að líða vel eins og þessi spil hérna sýna, að þetta er partur af því. Að hreinsa út gamla tilfinningabagga, skilja þá eftir í fortíðinni eða bara blása þeim í burtu eða hvernig sem þú ferð að því. Og ef þú hefur tök á því að losa þig við fjárhagslegar skuldir, þá vitum við nú all hversu gott það er að losna undan því. Þannig að þetta er bara einhver svona ábending hvernig þú getur fengið meiri vellíðan inn í lífið þitt. Það er einhvern veginn það sem þetta verið snúast Og það að hugleiða, að horfa inn í sjálfa þig, finna fyrir sjálfri þér, kæra vog. Finna fyrir því hvað er þarna innra með mér sem ég þarf að sinna. Er eitthvað sem er að kalla á mig? Eru einhverjar hugmyndir í gangi sem ég þarf að huga að? Er einhverjar tilfinningar sem ég þarf að kíkja á, leyfa að blómstra, tjá kannski? Það er ýmislegt sem býr innra með manni sem að maður kynnist aldrei nema að skoða það virkilega. Og varðandi tíma fyrir þig, kæra vog, þá er ágústmánuður góður tími, það er sérst í sumar, fyrir einhver plön eða eitthvað sem að þú ert að spyrja Ok. Já. Þá held ég segi þetta gott, kæra vog, og óskar af síns besta. Ljós og kærleikur.